Faktískt þá, ef þið hugsið það, að þá það eiginlega nærvera Guðs sem gerir gæfumuninn á kristninni, á trún okkar á Jesú og öllum öðrum trúarbrögðum. Þau eru margvísleg reyndar, en mismunurinn margvíslegur, en það að hann komi og dvelji, hann ekki fjarlægur, þú þarft ekki að fórna til að fá hann til að gera eitthvað. Þú þarft ekki að gera neitt til að fá hann til að koma. Hann sagði, ég kominn og ég með þér alla daga, allt enda veraldar. Þetta stórkostlegt. Flottir herramenn hérna fyrir framann, framtíða predikarar og tónlistamenn. Gaman að því. En má ég tala við ykkur í dag? Gerur það ekki alltaf þegar þú ert hérna uppi, Halldór minn? Já, en ef ég segi við ykkur, ég ætla ekki að predika í dag og ég ætla ekki að kenna í dag. Ég ætla bara að tala. Mér langar nefnilega að tala, nota núna þennan tíma sem við höfum til að tala við kirkjuna. Og þá ég ekki að tala bara Smárakirkju, heldur þið ykkar sem eru gestir hér líka, þið sem eru heima hvar sem þið eru að hlusta, hvort sem það núna á þessum sunnudegi eða á morgun eða eftir viku eða hvenær sem þið heyrið þessi orð töluð, þá bið ég ykkur að meðtaka þau, opna hjartinga fyrir þeim og heyra hjarta mitt. COVID nefnilega, 2 ár af COVID tæplega og síðast kosningar, aðdragandi kosningarna og eftirmáli og allt tímabili með COVID, vakt búin að vekja hjá mér ákveðna hugsun sem ég langar að deila með ykkur, ef ég má. Það eru 2 hliðir á þessu. Það vel að samt sami peningurinn sem við erum að tala um. Það COVID-hliðin og það sem hún hefur gert og síðan þjóðmála hliðin og kosningarnar. Og nú ég ekki að fara að segja ykkur hvað þið að kjósa eða hvort þið kusi rétt eða rangt eða neitt svoleiðis. Það algjört aukaatriði hér. Muni bara, nei. Þetta snýst ekki það sem ég ætla að segja. Í 2 ár tæplega höfum við barist við COVID hér á landi eins og annars staðar og fyrir mitt leyti myndi ég segja að við höfum staðið okkur bara nokkuð vel sem þjóð. Og það hefur hins vegar ekki komið í veg fyrir það að óttinn hefur gert vart við sig hjá þjóðinni og óttinn hefur líka gert vart við sig hjá þeirri hluta þjóðarinnar sem eru kristnir og eiga trú. Og mér langar aðeins að tala þetta ástand vegna þess að, og viðbrögðum við því, viðbrögðum við óttanum, því að það það sem svo dreg ég þetta allt saman í lokin og þá fáið þetta, já, það var þetta sem ég var að tala um. Þegar menn óttast COVID, óttast veiruna, þá ótti hræðilegur. Þið vitið það, þeir sem hafa óttast einhvern tímann, ótti skelfilegur. Og það að óttast veiruna og jafnvel dauðan eða alvarleg veikind og verða alvarlega veikur, það hræðilegt. Þá heyrum við oft í fólki. Þá fáum við oft hjá kristnu fólki jafnvel á samfélagsmiðlunum. Hvað ruglar þú átt ekki að óttast þitt? Og það rétt, við hefum ekki óttast. En í staðinn fyrir að taka á uppörun og hvatningu og með lausninni að þá hraunum við yfir fólk. Þeir sem óttast COVID hrauna yfir aðra. Þeir sem ekki óttast COVID hrauna svo líka yfir hina. Og vitið hver aðri hrauna? Þeir sem eru á móti bólusetningum. Þeir óttast ekki COVID, þeir óttast eins og bólusetningu. Það líka ótti þar, sjáðu. Óttin talar hjá þessu fólki. Og þegar þú lest það, þú getur séð færslur á samfélagsmiðlunum það sem að
það sem sundi bara, já, þetta allt í lagi. Þau eru bara að deila hugsunum sínum, þetta rökrétt og þau eru bara að deila því sem eru að ganga í gegnum. Það allt í lagi. En leiðu þau koma og byrja að skjóta þig eða einhvern annan fyrir hvernig þau hugsa, þá spurningin, hvert erum við komin? Hvað erum við nú að gera? Getum við ekki und neinum öðrum að hugsa öðruvísi heldur við sjálf? Ég sé bara strax á ykkur að þetta ekki vandamál ykkur, þið bara eru svo frjálslynd að það bara allir með að hugsa það sem vilja. En það svo mikið fólk, svo mikið kristið fólk sem ekki leyfir þetta. Kristnir menn geta verið mjög þröngsýnir. Hafið tekið eftir því? Kristnir, ég segi ykkur svolítið, hlustið vel að þetta. Kristnir menn geta verið svo þröngsýnir að þeir geta horft í gegnum skráargat með báðum augum í einu. Með báðum augum í einu og geri aðri betur. En af hverju erum við svona? Óttinn ljótur, hann svakalegur, hann leiðir að þessu dauða á einn eða annan máta. Það voru haldin réttarhöld, Nürnberg réttarhöldin yfir nasistunum og þeirra stríðsglæpum. Og það var auðvitað spurt, hvernig fenguðu þýsku þjóðina til að fylgja ykkur á málum? Nema vona menn spyrji. Heil þjóð gekk þeim með hönd og tók þátt í þessu brjálaði. Og vitið hvað svarið var? Umorða, það hefur ekkert með nasismann að gera. Það hefur bara með ótta að gera. Því að ef fólk óttast, þá getur látið að gera hvað sem Þú getur stjórna fólki sem óttast. Þeir voru búin að hræða þjóðina og náðu tökum á henni smátt og smátt. Og þá erum við að nálgast inn í kosningarnar. Hvað búið að hræða okkur á í kosningunum? Ef að þetta gerist, þá gerist þetta. Ef við kjósum svona, þá fer þetta svona. Ef við kjósum svona, þá bara þjóðin glötuð. Þið búin að heyra þetta, einn í annarri mynd? Kannski ekki alveg, sumir tóku svona stertur orða, jú, en einhvers staðar hann á milli. Og það verið að fæða okkur á því, við getum ekki lifað í svona þjóðfélagi, þetta óttalegt þjóðfélag. Og COVID þjóðfélag óttalegt. Bólusetningar þjóðfélag óttalegt. Svona þjóðfélag til vinstri óttalegt. Svona þjóðfélag til hægri óttalegt. Ekki bara best að kjósa? Nei. Of seint að búið. Nei, skilur hvað farað? Þetta ástand, við búum til ástand og kirkjan tekur þátt í leiknum og það það sem langað að tala til kirkjur í dag. Þetta ekki leikurinn sem við eigum að taka þátt í. Þið eru kannski sammála mér, þið eru kannski ósammála mér, ef þið eru ósammála mér, þá var allt í lagi. Ég veit þú fyrirgefur mér það. Við hleypum óttan minni líf okkar yfir alls konar kringumstæðum. Og þá segirðu kannski, en hvað ef þessi færsla á Facebook eiginlega bara alveg sönn og leið óttaleg, en hún alveg sönn. Að öllum líkindum þá sönn gagnvart þeim kokkabókum sem þú búin að fletta upp í. Það það fyrsta. En segjum sem svo að allar kokkabækur, hægri, vinstri, með á móti COVID, sprautum og öllu, það segja þetta sama. Þá í lagi fyrir kirkjuna að hörfa inn í sjálfa sig í ótta og hræðslu og segja, við verðum að gera eitthvað í þessu. Og nota þá leiðina sem við höfum verið að nota svo mikið hjá þjóðun okkar í dag, að skjóta hvert annað í tælur. Þú hugsa strax, ég hef ekkert verið að þessu. Nei, ég veit ekki, ég sagði það áðan. Þið eru ekki þetta. Ég bara að tala um aðra. Skilurðu? Hvernig viljum við hafa Ísland? Og þá fyrir við að komast að því sem ég langar virkilega að tala um. Þetta var svona bara inngangurinn. Hvernig, þetta hljómar rosalega pólitískt. Hvernig sjáum við framtíðar Ísland? Gleymið því, kosningar búnar. Ég hvorki í framboði, né nokkuð annað, ég skal tala um allt annað. En hvaða Ísland viljum við sjá?
hvernig viljum við að Ísland sé? Hvernig Ísland vilt þú lifa í? Hvernig Íslandi vilt þú að lifa í? Hvernig bregðumst við, þú og ég og þið sem heim eruð og eigi trú, og ef þú átt ekki trú ert að hlusta, þetta orð, það þarna orð fyrir þig líka. Hingraðu bara, þú farið eitthvað fyrir þinn snúð. En við hinn sem eigum trúna, hvernig bregðumst við því þeim óróa, því róti, þeirri baráttu sem á sér stað í íslensku samfélagi? Hvað ætlar þú og ég að gera? Ég sagði ykkur að þetta væri ekki kennsla, ekki predikun. Ég er bara að tala við ykkur. Hvað eigum við að gera? Eða eigum við yfirleitt að vera að gera eitthvað? Hvernig bregðumst við því sem er óréttlátt og rangt í samfélaginu okkar? Hvað gerum við? Jú, við förum á kosningastað og kjósum. Það er hluti af því. Og við mögum aldrei ekki kjósa. Munið það er betra að skila auðu heldur en að sitja heima. Við förum og veljum það sem við trúum á því augnabliki sé best fyrir landið okkar. Sumir reynda að trúa á þetta augnablik, sama augnablik og hverja einustu kosningum og kjósa alltaf það sama, en það er líka allt í lagi. Þú er kannski búin að stúdera stefnurnar og ismana og þismana og allt það og kýst eftir því. Það er gott. Eigum þá að nota sumir fara í framboð. Ég heyrði smá hlátur hérna aftur í. Sumir fara í framboð og vil láta til sín taka í framboðinu. Það er gott. Ég er ekki að gera neitt lítið úr neinu af því. En ég áttur að koma að kjarnanum. Eigum að nota samfélagsmiðlana til þess að ráðast gegn óréttlætinu. Gott að nota þá. Allt í lagi að nota þá, sjáðu. En ekki með óréttlæti. Heldur þá í kærleika. Ekki satt? Eigum að stofna félag aktivista. Eigum að bara vera aktivistar og taka þetta þjóðfélagi í nefið bara. Verð ekki að þessu. Berjast gegn óréttlæti og valta yfir mann og annan sem er á móti okkur. Tilgangur helga meðaleg, þú veist. Ef við gera það. Allt fyrir réttlætið. Nú ætlum ég bara að ítreka þess að ég sagði hann. Hverjum og einum, kristnum, ekki kristnum, sjálfsögðu algjörlega sjálfsvald sett hvað hann eða hún gerir í þessum málum. Þú mátt að sjálfsögðu gerast aktivisti. Sem kristinn hins vegar þarftu alltaf að hafa kærleikann að leiðarljósi. Þú mátt að sjálfsögðu fara í framboð, en með kærleikann að leiðarljósi. Ekki satt? Ég beini núna orðum mínu einmitt til þín, til kirkjunar okkar, Smárakirkju og annara í kirkjulandsins okkar og vil minna ykkur á köllun okkar sem er æðri öllu þessu argaþrasi. Hlutverk sem þú og ég höfum nú þegar verið kölluð til. Þú hefur þegar verið útvalinn, það er búið að kjósa þig á þetta þing. Sem fólkið hans. Og í þeirri köllun, og hér kemur lykillinn að þessu öllu sem ég er að reyna að segja við okkur. Þú og ég nefnilega berjumst á öðrum vígstöðum. Við erum ekki af þessum heimi, við erum í þessum heimi. Barátta okkar er ekki við hold og blóð. Hún er við andaveru vonskunar í himingeimnum, segir Biblían. Við berjumst trúarinnar góðu baráttu. Og þá spyrðu, má ég þá ekki taka neitt þátt í ykkur svona samfélagslegu pólitísk? Jú, hlustaðu, sjálfsögðu máttu það. En það gerir við nefnilega líka með okkar köllun. Fagnaðar erindið Jesú Krist er stærsti samfélagsbreytir sem hægt er að fá inn í nokkuð samfélag. Það er ekkert sem
turnar samfélagi manna eins mikið eins og kærleiksboðskapur fagnaðarerindisins sem Jesú Krist. Ekkert. Það var þetta fagnaðarerindi sem bylti heiminum. Það komin tími að við rísum upp og boðum þetta fagnaðarerindi. Það komin tími að vakna af svefni. Það komin tími að segja, hey, hinga og ekki lengra. Við ætlum við að taka þetta land og þetta, ég veit þetta klísja. Við að taka landið. Þegar ég er búin að heyra þetta í janúar hverju einasta ári frá því frelsaðist. Þetta árið sem við tökum landið. Þú veist, svona 1. til 10. janúar. Það er sko, nú það sko. Þetta árið. Svo tökum við náttúrulega aldrei landið. Ég er ekki að segja við höfum ekki einhver smá áhrif, en við erum ekki búin að taka landið. En það komið tími. Brjóta niður vígi og óvinarins. Við erum nefnilega kölluð til uppbyggingar og hefnir þó að brjóta vígi og óvinarins, þá erum við ekki kölluð til niðurrifs. Við erum kölluð til uppbyggingar. Uppbyggingar í samfélaginu okkar, uppbyggingar í þjóðfélaginu okkar. Og ég er að segja ykkur að elsku vinir, kirkjan er kölluð í þetta hlutverk. Hvar erum við? Ég er ekki að skammast út í ykkur, ég er í ykkar hópi. Þú veist. Þið vitið hvernig þetta er. Bentu einu fingri þá eru 3 sem snúa sjálfu þér. Ok, aðra, ég tek þetta. Þetta eru við og þið sem heima eruð. Á ég lesa. Rómverjabréfið 1:16-17. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Gyðingum fyrst einnig Grikkjum. Svo ég spyrja þau, hvað meður gyðingum fyrst og einnig Grikkjum? Það þýðir einfallega bara það þýðir ekki það að gyðingarnir séu undan. Þeir eru fyrst í röðinu og þeir voru reynda fyrst í röðinu, einfallega vegna þess að Jesús byrjaði þar. Há bara þessuna. Hefði hann verið á Íslandi, þá var sagt Íslendinga fyrst, síðan heiðingjaldur. En það var bara ekki svoleiðis, það var þarna úti. Og þess vegna fengu þeir að heyra fyrst fagnaðarerindið og síðan hinir. Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað er hinn réttlæti mun lifa fyrir trú. Ég er að segja ykkur elsku vinir, við höfum ekkert eins áhrifaríkt tæki og tól til þess að umbreyta Íslandi eins og fagnaðarerindið. Þú getur gengið í alla stjórnmálaflokkan og pröfað og þú munt ekki finna þennan kraft. Nei, maður sé það náttúrulega. Já, hann er örugglega meðan einstaklinga innan allra flokkar. Ég er ekki að gera lítið úr því, alls ekki. Ég er að tala stefnuna sem tekið. Það er byggt á fagnaðarerindinu. Þú færð ekki, ef þú vilt breyta Íslandi, ef þú vilt hafa áhrif til góðs á Íslandi, tökum það sem okkur var gefið. Þetta er kraftur til hjálpræðis hverju manni. Þeir breyttu heiminum. Það er undur og fegur fagnaðarerindisins sem er okkar vopn, kirkjunar. Í fagnaðarerindinu Jesú Krist er að finna lausnir fyrir allt mannlegt samfélag hvar sem er. Allt. Alla þætti mannlegs samfélags. Þú finnur svör við í fagnaðarerindinu. Og þú segir kannski þú hefði hugsað. Þetta er ekki, þetta er náttúrulega svo litið mikið einföldun, Halldór minn. Nei. Kannski finnst þér það. Ég er ekki að segja við að hætta að kjósa á Alþingi. Ég er ekki að segja við að hætta hinnu. Ég er bara að segja þarna er krafturinn. Og hver hefur hann? Þú og ég. Og þú. Kirkjan. Við höfum aðgang að þessu. Mér finnst stundum við hafa gleymt því. Við siglum svona kannski ekki að feigðarósi, en við siglum bara svona ligna sjó. Sumir duglegir aðrir að boða og allt það, ég er ekki að gera lítið úr því. En bara í heild, þá erum við, það vagla sig komin begla í dolluna, sko. Mattheus 28, hlusti á hlutverki okkar. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Ok. Allt vald. Ok, vantar þið eitthvað vald?
Halldór minn, til þess að hafa áhrif henni á þessu litla Íslandiðinu? Ég á það, segir hann við mig. Ég á það, segir hann við þig. Ég á það, segir hann við kirkjuna sína. Og ekki bara það, elsku vinir, ég er búin að gefa ykkur það. Allt vald var mér gefið á himni og á jörðu. Farið þess vegna. Hvers vegna áttum við að fara? Og þess að við erum bara búin að gefa okkur valdi til þess. Það er ekki, hann er að segja okkur eitthvað að fara og boða öllum þjóðum eitthvað, hvað er áttu fagnarerindi? Já, ok, það er búið að, og svo erum við bara að þvælast í kringum og sjálf okkur og gleymum aðalpunktinum. Ég er með okkur allt til enda veraldar, ég hef gefið okkur vald til að hafa áhrif. Ég segi það, elsku vinur, það er tími fyrir þig og mig og kirkju Krists að rísa. Það er tími. Við erum núna, það eru allir sem tala um það, það eru allir sem finna það, meiri segja sem ekki endilega trúna finna það, að COVID er búið að breyta heiminum. Það er margt sem er breyst í sem afleiðingar á COVID og eitt af því sem er að gerast að Kristur, hann er að koma inn í hann, ég lofa okkur því, hann er alltaf að gera kirkjuna sína eins og hann vill. Við höfum oft gert það eins og við viljum, eða sem við höldum að hann hafi viljað, eða við, sem er mjög algengt, við gerum hana eins og virkaði fyrir 50 árum. Það var alveg rosalega samkomur þá. Og bara hverju kvöldi á frelsast bara fólk og það var bara alveg pakka hús og allt svolítið, höldum því áfram. Og svo höldum við áfram nokkur ár og þetta gerist ekki á sama hátt og við sem byrjum. Hvað er ekkert að gerast? Guð getur alveg gert þetta. Ef maður vill. Hann þarf ekki meitt svona blástur á okkur. Ég veit ekki hvort þú myndum minni svona standa þá. Sýrðu hvað er að fara? Hann er með þetta allt. Hann getur gert hvað sem er. Farið og gjörið allar þjóðar á lærasunum vegna sem mér hefur fengið allt vald og ég gefi ykkur það. Svo segir hann, stýrið þá í nafni Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég boðiður. Sjá, ég er með ykkur á sunnudögum. Milli 5:30 og 6. Þá er ég mest með ykkur, sko. Ef þið eru rosalega dugleg og bjóðu mér í kvöldbáð, þá kannski kem ég á mánudögum líka, en ég veit ekki. Er þetta svona sem að þetta orð segir? Nei. Ég er með ykkur alla daga. Allt til enda veraldarinnar. Og ég segi ykkur að sumir eru alltaf að bíða eftir, ég sáu þið Matrix. Hver elskar ekki Matrix? Hey, ég veit að hún er ekki endilega guðfræðilega rétt. Þetta er aukatriði hér með hvort að Matrix er guðfræðilega rétt, ég ætla að segja ykkur eina setningunni. Hlustu þetta. Það var að tala um ykkur, hvað veistu? Nema það sé ómunurinn sem er alltaf að fá þig til að bíða eftir endurkomu Jesú, svo þú gerir ekki það sem þú átt að vera að gera. Áts. Þetta var Matrix. Ég sagði það áðan, ekki endilega guðfræðilega rétt, en þetta er frábær setning. Fær mann til að hugsa, er ég alltaf að bíða eftir endalokunum? Og hann er vitið þið hvað margir hér hafa ekki farið í háskóla vegna þess að Kristur var að koma? Ég er ekki að tala með þau fóru ekki í háskóla því nenntu því ekki eða vildu frekar gera eitthvað annað. Það er bara að Jesús er að koma, má ekki frá þessu. Fullt af fólki. Og þá hringir hjá mér. Það er alltaf að vera með svona, það er að taka þetta saman, ég glemdi því. Setta á flugmót. Sjáu hvað er að fara. Við erum oft svo upptekin af hlutum sem taka okkur frá því sem skiptir máli. Og ég get lofa okkur því að endatíminn er kominn fyrir þig og mig. Þetta er okkar síðasta kynslóð. Þú færð ekki aðra. Sum ykkar eiga meira eftir af henni heldur en ég. Og það er allt í lagi. En ég ætla að segja ykkur að ég ætla að nota mín 40 ári viðbót.
á fullu. Við látum ekki stoppa okkur. Elsku vinir. Við þurfum að starfa í anda fagnaðarerindisins. Takt eftir, farið og gjör alla þjóðir að lærisveinum. Þjóðir. Og þetta var eitt af lykilorðunum sem ég var í nautum. Við erum ekki að fara og gera 2-3. Við erum að gera þjóðina. Hvernig gerum við þjóð að lærisveini? Hvernig gerum við Ísland að lærisveini? Jesú. Því það að allir frelsist? Nei, ekki endilega. En það þýðir það að kirkjan hefur slík áhrif á samfélagsmunstur Íslands. Hefur slík áhrif með gildi þjóðarinnar, kærleika og lífsvenjur og siði í kærleika Krists að við erum búin að breyta landinu okkar. Það að gera þjóðina lærisveini. Við höfum áhrif. Þú hélst að það væri bara þeir sem fari í framboð sem gætu haft áhrif ef að þeir detti ekki út 4:00 í eftirmiddaginn eftir að hafa náð inn morguninn sjáðu. Þeir náttúrulega hafa engin áhrif. Pæli þessu. 9:00 inn á þingi, 4:00 farin út. Þetta rosalegt, en ég ekki til að tala það. Ég bara segja þér það og þú sért heima og ert að hlusta. Þú getur haft meira áhrif í þessu land okkar heldur en nokkur annar. Ef þú bara áttar þig á því, ef við bara áttum okkur á því hver við erum, hver í okkur og hver hefur kallað okkur. Kirkjan þarf að vakna sínum væra blundi. Er ekki með? Vitið það að við erum ljós sem lýsir veginn. Hann er ljós heimsins, hann býr í þér og mér. Við erum ljós. Við lýsum veginn. Við erum salt sem að seltir. Við eigum allavega að selta. En ef að saltið dofnar og missir allan kraft eins og Jesús, ég meina hvað með hver á þá að selta? Með öðrum orðum, hvernig við hafa áhrif á samfélagið okkar ef að saltið sem ég setti þar er ekki einu sinni að salta eitt eða neitt. Munið hvað ég sagði einu sinni hérna? Við erum bara svona salt hrúa á diskbarminum. Í stað fyrir að taka og dreifa því yfir alla máltíðin og gera hana góða og fagra og fallega. Þá bara hrúum við svo diskinu svona hliðinni. Svo borðum við bragðlausa máltíð. Við viljum ekki vera salthrúa eða saltstöplar. Við erum salt sem saltar Ísland. Og ekki bara það, við erum súrdeig. Ég elska súrdeig. Þeir eru náttúrulega alltaf sykurlaus þegar fyrir ekki saman og allt svona, þeir voru svo holdt fyrir þig, en þeir eru bara svo góð. Jesús sagði, þið eruð súrdeig sem sýrir allt brauðið. Brauðið okkar er Ísland. Brauðið okkar er Íslands samfélag. Þú og ég og kirkja Krists erum súrdeig sem hann hefur sett inn til þess að allt brauðið smátt og smátt verði súrdeigsbrauð. Þetta er samlíkingin. Ímyndið ykkur. Elsku bræður og systur, við erum kölluð til þess að hafa þessi áhrif og breyta landinu okkar. Ég ítreka. Ef þú telur sé betra að breyta því með aktivistafélagi, þá máttu það sjálfsög eða hvort ekki. Það er allt í lagi. Ef þú færi í pólitíkinni, ég teki eftir að margir trúaðir sem er orðin vonlausir með kirkjuna, þeir fari í pólitík. Að þeir vilja hafa áhrif. Ég get nefnt ykkur nokkra. En ef kirkja Krists hefur köllun sem þú hefur verið kallaður eða kölluð til, þá er spurningi hvort við þurfum ekki fyrst að huga henni. Láta til okkar taka. Og nú ætla ég að ávarpa þig sem einstakling og þig sem er heima, vitið það, það eru þúsundir kristinna einstaklinga sem hafa smakkað góðvild Krists, sem hafa smakkað gæskans, fjöldi manns all land og er hvergi í neinu kristulegu starfi, kemur hvergi í kirkju og takt eftir það er ekki aðalmálið að mæta alltaf á sunnudagssamkomu.
Ég ekki að tala um það. Ég bara að tala um það að það sem þau smökkuðu í Guði, það sem þú smakkaðir í Guði, nú ætlum ég bara að ávarpa þig, það sem þú smakkaðir í Guði og þú hefur misst sjónar af, vegna hvers? Kannski vegna vonbrigða með kirkjuna þína. Kannski vegna vonbrigða með kristna. Kannski vegna þess að einhver traðkaði á þér. Kannski einhver misnotaði þig og einn annan hátt eða braut á þér. Þú mistir traustið. Þú mistir jafnvel traustið á Guði. Af því einhvað gerðist í lífiðinu sem braut lífið þitt og þú náður aldrei á strik aftur í trúni. Allt þetta hefur gerst og það eru þúsundir svona. Það eru þúsundir manna og kvenna allt land sem eru nákvæmlega þessum sporum og eru hvergi. Ég segi við ykkur, rís upp. Það tími fyrir breytingar, það tími fyrir fagnaðarendið Jesú Krist fyrir landið okkar. Rís upp. Látum ekki móðgun, særindi, sársauka, missir eða neitt stopp okkur í því. Og nú ætla ég að ávarpa annan hóp. Þeir sem eru í þjónustunni. Sum ykkar eru kölluð, þið vitið að það ekki bara köllun á okkur líf ykkar til þess að þjóna Jesú í einhverju kirkju, heldur þeir eru með sérstaka köllun, sérstaka hlutverk sem Guð gefið ykkur. En í 1 ár, 2 ár, 10 ár, 20 ár hafið ekki lifað og starfað í henni af einhverju ástæðu. Hvað með þig, postuli, spámaður, trúboði, hirðir, kennari, sem Efesusbréfið segir að eigi að taka og leiða henni kristnu og fullkomna þá í trúni. Þangað til öll einhuga. Hvar eru postular þessa lands? Hvar eru spámenn þessa lands? Ég ekki að tala um Gamla testamenti, sem við höfum enga þörf fyrir Gamla testamenti spámenn. Þeirra tíð liðin. Þeir voru til og þjónuðu sínu tilgangi og þeir lesið þá og þeir lesið hvað þeir sögðu og svo framvegis og þeir voru í Guði sínu þá. Ég að tala um það spámenn sem að Biblían segir okkur að við þurfum á að halda í kirkju Krists. Spámenn sem þjóna. Við þurfum spámenn. Og þá ég ekki að tala um, spámaður ekki bara eitthvað sem kemur og segir, svo segir drottinn, það verður rigning á morgun. Nei. Hann var náttúrulega flott ef hann gæti sagt okkur það, eitthvað. Þá myndum hann bara vera ráðan á veðurstofuna. En ég ekki að tala um það. Ég ekki heldur að tala um þess spámenn sem koma í Gamla testamenti og segja okkur til syndana. Það ekki okkar hlutverk. Okkar hlutverk að byggja upp. Og spámaðurinn kemur með lifandi orð sem reisir við. Við þurfum þá. Hvar þú spámaðurinn? Hvar þú posturinn? Trúboðinn. Erum við ekki öll kölluð til að vera trúboðar? Jú, en sumir eru bara trúboðar. Sérðu hvað ég meina? Það bara einhver smurning á þeim. Þeir með ekki snýta sig fyrir fram að mann og hann frelsast. Það eitthvað bara sem gerist. Sérðu hvað að fara? Þetta smurning, þetta köllun. Hirðir. Hvar eru hirðar safnaðana? Og ég ekki að tala um það. Nú, sumir kannski taka, já, þú ert eitthvað að skamma okkur. Nei, ég ekki að skamma. Ég segi bara það til smurning, köllun á ákveðið fólk, konur og karla, að vera hirðar. Þeir eru passir, þeir bera umhyggju fyrir hjörðinni, hugsa hana, annast hana og sinninni. Við þurfum þetta. Kennarar, sum ykkar eru kennarar. Þeir hafi svo mikið að gefa, svo mikið að segja, svo mikið til uppbygginga kirkjunni. Hvar ertu? Nú dustum við af okkur rykið, elsku vinir. Nú dustum við af okkur rykið sem kirkja Krists. Og hefjum endurreisna starfi. Það komið tíma að byggja hús drottins á Íslandi. Og ég ekki að tala um, þú veist, já, nú skulum við, hann vill allir koma í Smárakirkju. Nei. Þeir eru velkomnir eða viljið, en það ekki það sem ég að segja. Ef að Guð kallar ykkur, eða þeir eru, skulum byrja þar, ef þeir eru því einhverju safniðu Guðs einhver staðar
einhverju kirkjusöfniði, þjóðkirkjunni, Smárakirkju, Fíladelfíu, hvar sem þið eru kunnið að vera, en hafið ekkert verið neinu þátttakandi, byrjið að kíkja aftur, byrjið að spyrja Drottinn, hvernig get ég skila mér og af mínu í starfið á landinu. Ef þú ert hvergi þar, finndu þá það söfni sem Drottinn leiði í, eða, og hlustaðu vel á mig, eða myndaðu bara lítinn hóp heima. Byrjaðu bara heima. Vitið, það eru svo margir, ég segi það aftur, það er skiptað 1000 og þú þekkir, það er einhver ykkar þekkir, 2 eða 3 eða 4, hófið í þau, segjum, heyrðu, það er komið tími til að hittast aftur og biðja. Það er komið tími til að hittast aftur og sjá hús Drottins rísa. Það er komið tími til að hittast aftur og leyfa heilugum anda vinna og starfa meðal okkar. Það er komið tími á hús Drottins, elsku vinnir. Hvar sem þú ert, í hvaða kringumstæðum sem þú ert, litlum hópi, meðalstórum hópi, stórum hópi. Það er komið tími. Kristur býr í okkur og hann er ljós heimsins. Mér finnst við bara stundum ekki vera að pæla í þessu. Hann er ljós heimsins. Við erum alveg yfirmáta óörugg ef við erum að keyra næturlagi og ökuljósin fara á bílnum. Við stoppum bílnum, við sjáum ekkert. Tala ekki það sem er engin götulýsing. Hann er ekki bara götulýsing. Hann er ljós heimsins. Hann er ljós fyrir þig. Hann er ljós fyrir mig. Hann er ljós fyrir alla menn og hann er ljós fyrir íslenskt samfélag. Og enginn getur gefið landinu þetta nema kirkjan hans. Sama hvaða nafni hún nefnist. Búið. Þetta er búið að hvíla á mér núna, það er búið að vera gerjast í mér. Gegnum COVID og gegnum kosningarnar og þetta, okkar hlutverk, okkar köllun, það sem við erum kölluð til og hvað Guð gefi okkur til þess að gera nákvæmlega það.